Silja Bára Ómarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, kæru félagar og aðrir sem á okkur hlusta. Mér langar nú bara að svona taka á nokkrum megin punktum. Ég eins og Kata þakka kærlega fyrir að þessi þriðja málsgrein hafi bæst við fyrstu greinina í utanríkismálapakkanum en ítreka að ég á þessari breytingartillögu sem Kata lýsti að bæta þarna við að það þurfi 2/3 hluta atkvæða á þingi og jafnvel að velta fyrir mér hvort að það ætti að vera ákvæði þar sem við förum fram á aukin meirihluta svona almennt í atkvæðagreiðslum að þetta yrði ekki eina tilvikið að það þurfa að vera ákveðin fjöldi þingmanna viðstaddur slíkar atkvæðagreiðslur að auki. En að minnst kosti stundarsakir að þá er þessi tillaga að það þurfi 2/3 hluta eitthvað sem að ég myndi vilja sjá til viðbótar. Þetta var ekki inn í minni tillögu síðast einfaldlega vegna þess að eins og svo margt annað þá það unnið í flýti. Maður sér tillögurnar með sólarhrings fyrirvara gjarnan og að bregðast við svona á hlaupum en þetta eitthvað sem ég tel mjög mikilvægt enda hér mjög stór og gjarnan umdeild mál að ræða. Mér finnst breytingin á annarri grein til mikilla bóta að tala alþjóðasamninga fyrir hönd ríkisins frekar en samninga við önnur ríki enda eins og varaformaður sérnefndar Íris Lind fór vel yfir og þá það ekki nógu viðtækt. Svo þetta með framsalið að við vorum aðeins að vandræðast með þetta orðalag þarna undir lok dagsins í gær og ég treysti því bara nefndin kíkja aftur á það að alþjóðasamninga framsal til alþjóðlegra stofnana og svona hvort að það sé hægt að orða þetta á einhvern einfaldari hátt. Mér sýnist í fljótu bragði jákvætt að hafa þetta ákvæði þessar breytingartillögu eins og Katrín Oddsdóttir og Lýður Árnason leggja til aukin meirihluta þarna. Ekki aukin meirihluta heldur að breyta þessu í svona viðtengingarhátt þarna og mér myndi vilja sjá breytingartillögu líka frá Gísla afturköllun framsals á fullveldi. En sko, við erum aðeins að tala framsalið. Ómar hélt nú ræðu sem að ég held gjarnan í tíma þegar ég tala fullveldi og hvað felst í því að framselja fullveldi. Uppáhaldsdæmi mitt alþjóðahvalveiðiráðið. Þetta svona mál sem að við deilum gjarnan hvort að við að veiða hvali eða ekki og svona í ljósi þess að við erum jafnvel að tala að fara í hvalaskoðun saman í ráðinu þá þetta kannski líka viðandi. Ef þetta útvíkkað eins og Gísli að segja þetta ekki bara vera að tala framsal til stofnana sem að starfa í þágu friðar og efnahagssamvinnu þá værum við að tala það að við göngum inn í fiskveiðisamninga, gerum alþjóðlega fiskveiðisamninga. Það sem að ákvörðun kvóta tekin á alþjóðavettvangi, þá erum við að framselja fullveldi. Við höfum nefnilega, það hárrétt sem Ómar segir, við höfum alltaf verið að deila fullveldi okkar. Baráttan sem var háð allt fram til 1944 það öðlast þetta algjöra fullveldi. Leið og við erum komin með það, rétt eins og flest nýfrjálsríki í heiminum í dag, þá hefjum við í raun og veru leiðina því að afsala og deila fullveldi okkar með öðrum ríkjum. Þannig að ef við ætlum að víkka þetta út og segja það þyrfti alltaf þjóðaratkvæðagreiðslu hvern einasta samning sem framseldi minnsta brota fullveldi okkar, þá værum við að greiða atkvæði bara mörgum sinnum á ári. Þannig að ég myndi nú vilja gæta þess að þetta ákvæði hvenær við ætlum að greiða atkvæði það þegar sem að ef við ætlum að greiða atkvæði það þegar við framseljum hluta fullveldi okkar að þá verður þess gætt að það sé ekki í smávægilegustu málum þar sem að við erum þó ég segi nú ekki að fiskveiðarnar séu smávægilegar fyrir okkur að við eigum ekki að þurfa að taka afstöðu til þess með þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við ætlum að til dæmis samþykkja það að ákvörðun hvalveiðikvóta sé tekin í alþjóðahvalveiðiráðinu eða heima. Þannig að ég bara svona gæta þess líka við séum ekki að fara langt fram úr því sem að raunhæft er. Öðru leyti held ég að þetta sé bara nokkuð gott og ég þakka sérnefnd fyrir góðar undirtektir við þær tillögur sem ég lagði fram síðast þegar þetta skjal var kynnt og
er að verða svona nokkuð sátt við þennan kafla. Takk fyrir.